Þá förum við í fjórða lið, ferðamálastefna Akureyrarbæjar. Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu, tekur til máls og fer yfir ferðamálastefnu Akureyrarbæjar. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Nú liggur fyrir ykkur að samþykkja stefnumótun í ferðamálum fyrir Akureyri fyrir árið 2016 til 2026. Það öllum nauðsynlegt að staldra við annað slagið og líta í kringum sig og ráðfæra sig við aðra hvert skal stefna. Sjálfur kom ég ekki inn í stjórn Akureyrarstofu fyrir ári síðan og þá var vinnan við þessa stefnumótun langt á veg komin. En undanfarna mánuði hefur stefnan verið í yfirferð og frágangi á milli þess sem hún hefur verið til kynningar og yfirlestrar hjá samstarfsaðilum og öðrum nefndum Akureyrarbæjar. Ég ætla ekki að fara mikið út í efnisatriði ferðamálastefnunnar, en það gerir ráð fyrir að viðstaddir hafi kynnt sér hana. Mig langar hins vegar að tæpa aðeins á vinnuferlinu sem ég held að hafi verið vandað og skynsamlega unnið. Ákvörðun var tekin í stjórn Akureyrarstofu í lok árs 2014 að fara í stefnumótun í ferðaþjónustu. Nokkuð hafi verið kallað eftir slíkri stefnu frá ferðaþjónustu aðilum, en þetta var eitt af verkefnum atvinnustefnu sem samþykkt var vorið 2014. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, atvinnufulltrúi Akureyrarbæjar, og María Helena Tryggvadóttir, ferðamálafulltrúi Akureyrarbæjar, tóku að sér að leiða vinnuna. Þeim til ráðgjafar var settur á fót hópur sem í voru Arnheiður Jóhannsdóttir, fulltrúi Markaðsstofu Norðurlands, Baldvin Valdimarsson, fulltrúi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Bergþór Erlingsson, tilnefndur af Ferðamálasamtökum Norðurlands eystra, Elías B. Gíslason, fulltrúi Ferðamálastofu, Elva Gunnarsdóttir, fulltrúi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi, tilnefnd af Akureyrarstofu, Kristín Sóley Björnsdóttir, fulltrúi Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, Sigfús Karlsson, tilnefndur af Akureyrarstofu, og Sigrún Björk Jakobsdóttir, sem var tilnefnd af Ferðamálasamtökum Norðurlands eystra. Haldnir voru 2 stórir samráðsfundir í Hofi 13. mars og 12. maí 2015 og sambærilegu fundir í Hrísey og Grímsey seinna um vorið. Það er að segja síðastliðið vor. Fundirnir voru auglýstir þannig að allir gætu tekið þátt, auk þess sem leitast var við að fá á fundina fulltrúa hagsmunahópa eins og þá sem starfa í íþróttamálum, menningarmálum og fleiri atriðum. Á hvern fund á Akureyri mættu 70 til 80 manns og vinnan fór að mestu fram í minni hópum samkvæmt þjóðfundaskipulagi. Á fyrri fundinum var gerð svokölluð SWOT-greining, en það var stuðst við eldri greiningu sem gerð var í tengslu við atvinnustefnu bæjarins, en breytt og bætt eftir atvikum. Unnið var með kort af sveitarfélaginu og skoðað hvar nú þegar væri ferðaþjónustu í boði, hvar mætti gera betur og hvar væri ónýtt tækifæri. Að lokum skrifaði hver og einn þátttakandi fyrir sig framtíðarsýn fyrir Akureyri fyrir árið 2030. Á seinni fundinu var byrjað á því að fara yfir niðurstöðurnar af fyrri fundinum og unnið með þær, búin til undirmarkmið og verkefni. Einnig var beðið sýn hvers og eins varðandi hvert væri hlutverk sveitarfélagsins í ferðaþjónustu og hvert væri hlutverk ferðaþjónustu fyrir samfélagið. Þessu til viðbótar voru drög að stefnunni kynnt á vefnum og öllum boðið að koma með athugasemdir og ábendingar. Auk þess sem hún var send inn til umfjöllunar í nefndum bæjarins. Út frá þessari vinnu voru dregin út eftirfarandi meginþemu: allar árstíðir, innvíðir, vistvæn og græn, menning og útivist. Einnig sérstaklega fjallað Hrísey og Grímsey. Stefnan byggir síðan á þessum þáttum sem meginmarkmiðum og helstu aðgerðum til að ná þeim markmiðum. Nú liggur þessi stefnumótun fyrir og ég held að það hafi tekist vel til með því vinnulagi sem var viðhaft með að kalla eftir víðtæku samráði fyrirtækja og almennings. Má til vill segja að þessi stefnumótun Akureyrar, það er að segja samfélagsins sem við búum í, er ekki eingöngu Akureyrarbæjar. Stefnan er ekki löng en hún er skýr og hnitmiðuð, ásamt henni verkefnalisti fyrir næsta ár þar sem tilgreint er hvaða verkefni á að vinna og hver ber ábyrgð á að þau gangi eftir.
Slíkan lista á að vinna árlega í tengslu við fjárhagsáætlun fyrir næsta ára á eftir. Einnig verður stefnan endurskoðuð innan gildistímans og það er í fyrsta sinn árið 2019. Annað fylgigagn stefnunar eru tölulegar upplýsingar ferðamennsku á Akureyri, en það er myndað að hluta þann grunn sem miðað er við til þess að mæla árangur á stefnunni. Hitan og þungan og eftirfylgni með stefnunni ber Akureyrarstofa sem þarf að halda vel á spilunum til að stefnan gangi eftir og það verður unnið eftir henni. Ef þið vill mættu orða það svo að í stað þess að Akureyrarstofa getur hún fleytt rjómann af þessari vinnu, þá mun eiga fullt í fangi með að strokka smjörið. Eðli málsins samkvæmt er vinnu sem þessari aldrei lokið og væntanlega eru flest okkar að hugsa til þess af og til hvað við viljum gera og hvers að stefna. Engan síður er nauðsynlegt að setja hugmyndirnar upp með skipulögðum og markvissum hætti og koma þeim í verk. Eitthvað gerist kannski hvort sem og annað fer í allt aðra átt og enn annað úreldist og við horfum kannski tilbaka og getum hlegið af því hver fávís við höfum verið eða hver glámskyggn við vorum á framtíðina. Þó ætla ég að leyfa mér að segja að verði framtíðin í ferðamálum Akureyrar nærri því sem þessi stefna gerir ráð fyrir, þá getum við vel við unnað. Takk fyrir og gleðileg jól. Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja því að þakka Unnar fyrir yfirferðina. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að taka þátt í þessari vinnu og vera í ráðgjafahópnum sem stóð bak við stefnuna. Allan tíma var góður samhljómur innan hópsins og gríðarlega góð samvinna og eins og kom fram í máli Unnars að þá komu mjög margir að þessari stefnu sem ég tel mjög jákvætt þegar við erum í svona stefnumótunar vinnu. En ég verð að hrósa starfsmönnunum sem komu að þessari vinnu og fyrir metnaðarfullt starf þeim Albertínu og Maríu Helenu. Bara, mér finnst þetta frábær vinna hjá þeim þó þetta hefur tekið langan tíma og þá finnst mér þetta vandað verk hjá þeim. Síðustu árin hafa verið haldnir margir fundir snúa að ferðamálum og var því lögð áhersla á í vinnu þessari stefnu að nýta þau gögn og það sem til var fyrir. Þannig að var frekar verið að horfa á það að hvernig við ættum að koma þessum verkefnum og þessum markmiðum í framkvæmd. Þannig að það var svona megin vinnan sem við lögðum áherslu á í upphafi. En við lögðum líka strax áherslu á að með þessu yrði gerð aðgerðaráætlun til þess að fylgja þessu stíft eftir og að hún yrði árlega yfirfarin og það sem ég finnst ofboðslega jákvætt með þessa stefnu að það er strax búið að gera mjög skýra og metnaðarfulla reyndar líka áætlun fyrir árið 2017 en það sem að þarf kannski þá í framhaldinu að það er að kostnaðargreina þá verkáætlun því að svona stefnum þarf líka að fylgja fjármagn sem er gríðarlega mikilvægt. Eins og við ræddum með hér áðan að þá komum við svolítið nokkur hér inn á töluleg og mælanleg markmið. Það var reynt eftir bestu getu og með stefninu fylgja líka grunngögn sem að mér finnst sem að unnið var með. Auðvitað er ekki hægt að hafa mælanleg markmið í öllum þáttum en það var reynt eins og hægt var. Mér persónulega finnst við Akureyringar búa mjög vel hvað varðar ferðamál. Við erum mörg útivistarsvæði, við erum með Hlíðarfjall og mér finnst við vera að gera margt mjög vel. Til að nefna eins og kemur fram í stefninu að við erum með 30 árlega viðburði í gangi sem mér finnst bara mjög metnaðarfullt. En fyrir utan alltaf minni viðburða. Mikill ferðamannastraumur yfir sumartíman. Þess vegna þótti mikilvægt að vera að horfa á jaðartímana og vetrartíman og þannig að stefnan kannski ber þess merki. Það er kannski gaman að koma inn á það að það var verið þegar við vorum að reyna að horfa á gildi fyrir
stefnuna, þá náttúrulega horft til gilda sem fyrir eru, en alltaf einhvern veginn í þessari vinnu kom hjartað upp og það er kannski gaman að nefna það, ég fekk upplýsingar það að það sé nýbúið að halda fundi einmitt hjartað í Vaðlaheiðinni að reyna að koma því aftur í gagnið. Þetta veki gríðarlega eftirtekt hjá erlendum ferðamönnum sem og innlendum hvað þetta hefur fyllt bænum, eins og bara umferðarljósin, maður að sjá þetta á Facebook síðum erlendra aðila hér og þar úr heiminum, þannig að það var því talið eðlilegt að nota þetta sem eitt af gildunum. En eins og bæjarfulltrúi Baldvin kom hér inn á, þá er mikill samhljómur með umhverfisstefnunni og ferðamála stefnunni, en svo það komi hér fram að eitt af megin markmiðum stefnunar er vistvæn og græn og þar var komið inn á það að við erum náttúrulega bæjarbúar hér að flokka eftir bestu getu, að við ættum að ganga lengra og jafnvel að vera með flokkunartunnur í miðbænum eins og kemur fram hjá í umhverfis- og samgöngustefnunni, þannig að það voru ekki sömu aðilar sem voru að vinna þessum stefnum, því kom mér þetta skemmtilega óvart, þessi samhljómur, þannig að bara gaman að koma aðeins inn á það. Eins var lögð mikil áhersla og mikil umræða var tekin uppbyggingu við pollinn, sem að í rauninni er í takt við það sem að við höfum verið að ræða uppbyggingu Nökkvasvæðisins, þannig að það verður gaman að sjá það svæði byggjast upp og vonandi verður þar komin aðstæða fyrir almenning til sjósunds innan tíðar. En eins og ég segi, þetta var skemmtileg vinna, það var gaman að koma að þessu og eins og ég vil bara ítreka hrós mitt til starfsmannanna, þær stóðu sig gríðarlega vel. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir kynninguna á stefnunni. Það er svona ákveðnar áhyggjur sem ég hef af þessu. Það er vegna þess að ég var bara dálítið búin að lesa stefnuna eins og liggur sem drög inn á vef Akureyrarbæjar og þar kemur svolítið fram hverjir eiga að sinna verkefnu. Það er búið að taka það í raun og veru allt út og eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á, þá kostar auðvitað allt peninga og stefnum þarf að fylgja fjármagn og eins og þetta kemur fram þetta plagg sem að liggur til samþykktar núna, þá virkar þetta eins og þetta sé allt eitthvað sem að Akureyrarbær eigi að gera. Það er margt annað sem að kostar ekki mikla peninga og það er reyndar stendur í stefnunni þarna hlutverk sveitarfélaga, ef ég má með leyfi forseta að lesa aðeins upp á stefnunni, hlutverk sveitarfélaga í ferðaþjónustu er jafnframt nokkuð slungið. Þau eiga að skapa aðstæður þar sem ferðaþjónustan getur vaxið, auk þess að styðja beint við greinina, meðal annars með þátttöku í markaðssetningu sveitarfélagana og landshlutana. Og við höfum náttúrulega rætt í umræðum fjárhagsáætlun og við erum endalaust að ræða peninga og við ræðum líka lögbundin hlutverk sveitarfélaga og svo hlutverk sem við veljum að sinna verkefni og þarna er þetta sett fram eins og við lítum á þetta sem okkar hlutverk að ferðamálunum og en ekki kannski, að ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið dálítið tilætlunarsemi bara við bæinn. En sem kemur kannski líka því að og ég er alveg sammála Unnari það að þetta er vel unnið og það er gott að fá fólk víða á samfélaginu til þess að vinna svona stefnur, en hins vegar þá þarf náttúrulega og þurfum við auðvitað sem
berum ábyrgð á rekstri bæjarins að fara pínu varlega með hvað við erum að samþykkja sem að getur falið í sér útgjöld. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði kannski að því að eins og ég sagði, sumir kaflar stefnunni finnst mér bara mjög góðir og í mínum huga kannski hlutverk bæjarins einmitt svolítið eins og kemur víða fram í stefnunni, það að vera einhvers konar svona utanumhald, halda utanum gögn og upplýsingar og halda utanum svona fundi og samstarf, þarna ég alveg fullkomlega sammála, algjörlega hlutverk bæjarins. En eins og til dæmis þarna sem að kemur fram sko að leggja skuli meiri áherslu á Hlíðarfjall sem einn af helstu seglum Akureyrar allt árið. Til þess þarf náttúrulega ákveðna uppbyggingu og ég svona velti fyrir mér ef ég samþykkja þessa stefnu ég þá að samþykkja uppbyggingu í Hlíðarfjalli af því það mál liggur ennþá á borði atvinnuþróunarfélagsins sem spurning frá okkur hér í bæjarstjórn, hvaða möguleikar eru til útvistunar og þeim rekstri. Þannig að ég mér finnst þetta, sko, þetta alveg flott sett upp, en kannski svolítið, þú veist, svona, já, ég hefði viljað hafa plaggið aðeins svona þurrara og einmitt bara meira í anda stefnunar sem vorum að ræða áðan, þar sem eru bara aðgerðir og þá í kjölfari hver ber ábyrgð á þeim. Ég held að sé ótrúlega mikilvægt að hafa það með inni. Rafræn þjónusta Akureyrarbæjar verði eldfrekar, hvað snýr að upplýsingu til ferðamanna, myndabanki styrktur og rekstur upplýsingamiðstöðvarinnar styrktur. Frambúð námskeiðum fyrir starfsfólki ferðaþjónustu verið aukið. Ég bara velti fyrir mér hver er að fara að borga fyrir þetta og getum við alveg samþykkt eitthvað sem við höfum engan verðmiða á. Þetta eru bara svona spurningar sem ég vil velta hérna upp og verið gott að heyra svör Þarna er aftur samgöngumiðstöðin og þarna inn í stefnunni er búið að bæta við að tillit skuli tekið til þarfa ferðaþjónustunnar. Þarna erum við ennþá aftur, við erum að mínum að ekki búin að full þarfa greina þessa framkvæmd sem að samgöngumiðstöðin er. Í þeirri þarfagreiningu sem við höfum undir höndum sem að Fasteignir gerði í haust og þá eru svona sett upp, sko, verið tvær sviðsmyndir þar sem annars vegar verið að þjóna bara almenningssamgöngum en hins vegar verið að þjóna ferðaþjónustunni og þar kemur fram að ef að eigi að þjóna ferðaþjónustunni eins og þarfir hennar koma fram í þeirri greiningu þá það svæði sem búið að deiliskipuleika fyrir norðan Ráðhúsi fyrir samgöngumiðstöð ekki nægilega stórt. Þannig að það heilmikið eftir einhvern veginn bara vinna eftir í sambandi við þessa ákvörðunartöku varðandi samgöngumiðstöð og mér sko aftur bara í þessari stefnu óþægilegt að hafa hann einhvern veginn svona mikið inni. En ég vil endilega heyra að því eins og Unnar sagði þetta er ferðamálastefna Akureyrar en ekki Akureyrarbæjar en við sitjum samt hérna og samþykkjum eitthvað plagg sem að ekkert inn í plagginu finnst mér benda til annars en að við séum að sko samþykkja stefnu Akureyrarbæjar. Og það pínu það sem að ég fæ bara svona kalda fætur, má segja. Takk. Bæjarfulltrúi Sólveig Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir sem hér hafa komið upp bara fagna því að þessi stefna sé komin á koppinn eins og einhver segir. Það alveg, þetta greinilega vel unnin stefna og ég get alveg tekið undir þakkir fyrir vel unni verk til þeirra sem í hópnum sátu og sem starfsmenn. Það líka búið að setja þessi stefnu upp á mjög skemmtilegan hátt, það hefur alltaf áhrif. Ég ætla ekki að endurtaka mikið af því sem hér hefur komið fram, en þessi stefna er góð, hún er vel unnin, hún er markmiðsett, það eru sett viðmið þar sem það er hægt og mælanleg markmið sem ég held að skipti máli. Það er tekið á flestum þáttum og með stefnunni fylgja þarna upplýsingar, mjög fróðlegar upplýsingar, tölulegar upplýsingar sem að ég vona komi til með að fylgja stefnunni og verði opinberar með henni inn á vef
Akureyrarstofu og Akureyrarbæjar sem ég held að skipti miklu máli. Og þar náttúrulega kemur fram hvort við erum að ná þeim markmiðum eða viðmiðum sem við setjum okkur. Það er líka annað plagg þarna inn á gáttinni sem að skiptir miklu máli og það eru verkefni ferðamálastefnu fyrir árið 2017. Ég verð nú að segja það að formaðurinn tók nú þannig til orða hér áðan, formaður Akureyrarstofu, að það væri komið, það mætti eiginlega segja það, að væri búið að drekkja Akureyrarstofu í verkefnum tengsluðu við þessa stefnu og ég sé nú ekki betur. Þetta eru ótrúlega mörg verkefni sem ætlunin að fara í og ég vona það gangi en þetta verður mikið. Og þar er náttúrulega hluta til komin til móts við þar sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk var að nefna hér áðan. Þar eru verkefnin ábyrgðarsett. Finnst inn í verkefnum ferðamálastefnu fyrir árið 2017 og ég geri ráð fyrir því að slík verkefnaskrá verði gerð fyrir hvert ár á meðan þessi stefna er í gildi. Og þá verði þau ábyrgðarsett með sama hætti og geri þá líka fastlega ráð fyrir að þetta veri grunnur að starfsáætlun Akureyrarstofu til framtíðar einnig. Það sem að kemur nú oft upp í umræðum stefnumörkun bæði stofnana og sveitarfélaga, það er þetta stefnu fylgi fjármagn. Þannig að sé þetta framkvæma það sem á að gera. Mér finnst þú oft gleyma því að þegar við erum að setja stefnu, þá erum við að skerpa á sýn, við erum að skerpa á ramma og við erum að skerpa á markmið. Við erum að taka ákvarðanir það hvað eigi að gera. Og það er nú þegar töluvert fjármagn inn í þessu málaflokki að einhverju marki og það hlýtur líka að vera hluti af stefnumörkunin að velta því fyrir sér hvernig nýtum við það fjármagn sem er fyrir öðruvísi. Við hljótum að vera að gera það. Síðan það náttúrulega skilgreina það sjálfsögðu líka hvað þarf til viðbótar ef það er verið að fjölga, breyta eða bæta við verkefni. Þannig að það er eitthvað sem þarf þá að taka tillit til en ég held að stóra málið sé oftast nær það tekst okkur að breyta starfsháttunum inn í þeim stofnunum sem við erum að tala stefnumörkun fyrir. Og það er eitthvað sem þarf náttúrulega að skoða í þessu samhengi. Svo get ég ekki orðabundist yfir einu verkefni sem að ég reyndi að sá hvergi en það er annað mál. Það eru snyrtingar fyrir ferðamenn. Þetta er alltaf umdeilt mál hérna í bæjarfélaginu og menn skrifa þetta töluvert, sérstaklega á stærsta ferðamannatímanu sem er sumarið og það er nú mikið rætt snyrtingarnar undir kirkjutröppunum og þær sé ekki opnar og það sé hvergi aðgengja snyrtingum fyrir ferðamenn. Nú liggur það alveg ljóst fyrir að það er aðgengja snyrtingum fyrir ferðamenn bæði í Hofi og eftir því sem ég best veit líka í Ketilhúsinu sem eru hvorttveggja stofnanir á vegum Akureyrarbæjar. Hins vegar þarf kannski að skilgreina þetta og fara að bregðast við þessum ábendingum þetta mál því að ég held að þetta sé frekar neikvætt í umræðinni. Ég tel að sé alveg hægt að leysa þetta mál og tekið þetta til umræðu bæjarráði nokkru sinnum og það hlýtur að vera tiltölulega einfalt mál að bara taka ákvörðun það hvernig þessu máli verður háttað. Bara yfir höfuð, koma þessu út á borðinu. Við höfum rætt það ekki að semja við veitingaaðila og aðra slíka sem að gætu hugsanlega opna sína snyrtingar gegn einhverju gjaldi fyrir þrifið eitthvað í þá veruna ef að það er málið. Þannig ég held að þetta sé eitt af því sem við ættum að klára núna fyrir næsta sumar þannig að við komumst út úr þessari umræðu. En eins og fram hefur komið allavega í bæjarráði, ég veit ekki hvort það hefur komið fram opinberlega, þá erum við allir líkindum ekkert að opna þessar snyrtingar undir kirkjutröppunum aftur. Það þarf bara að fara í alltaf mikla breytingar og kostnaðarsamar til þess að það gangi upp, þannig að við verðum að finna aðra lausnir. Þetta er nú bara örlítið mál, en ótrúlega stórt samt. Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. Sagði einhver. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón
Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir enn aftur fyrir flotta stefnu og þakka fólkinu sem öllum sem kom að henni. Gaman líka að fá svona stefnu með fullt af myndum. Mér finnst það alltaf gaman að lesa svoleiðis stefnur. Þó ég sé að samþykkja þessa stefnu, þá tel ég ekki vera að samþykkja einhverja fjárútlát. Ég held að það sé ykkur sem við höfum eftir að koma að seinna. Ég gerir allan ráð fyrir því. Þó að þessi stefnt að Akureyri kannski komi á þessum hlutum, þá sé ekki endilega að þeir þurfa að kosta þá. Ég lít allan þannig á það. Uppbyggingu í Hlíðarfjalli, það er mál sem við á eftir að fara í, þó við ætlum að koma því á, það spyrir hvernig það verið fjármagnað. Það er sumur á öll eftir að fara í gang. Ég lít allan þannig á það að ég sé ekki að samþykkja einhvern fjárútlát, þó við sé samþykkja þessu stefnu. En mér langaði að koma með breytingartillögu. Öllum óvörum þá ætla ég að ræða samgöngumiðstöðina. Að verði samræmt þessar tvær stefnur sem við vorum að samþykkja á þann. Það var samþykkt á þann að breyta orðalæginu þannig að það verði sagt að komi verði upp samgöngumiðstöð í þessari stefnu, kafla 2, lið 4, þá stendur byggð verði samgöngumiðstöð, að sé orðað eins, að komi verði upp samgöngumiðstöð fyrir ferðaþjónustu, komi verði upp samgöngumiðstöð sem tekið tillit til þarfi ferðaþjónustunnar. Við erum náttúrulega fyrst og fremst að byggja samgöngumiðstöð fyrir þarfir Akureyrar, en það sjálfsögðu þarf hún að vera fyrir þarfir ferðaþjónustunnar líka, og það er bara allt sem við höfum eftir að taka umræðu og ég hvet þá allan að við gerum þessu, þegar við gerum þessu samgöngumiðstöð, að við leysum klósettmálinu í leiðinni. Það væri hægt að hætta þeirra umræðu, en annars takk. Bæjarfulltrúi Breki Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og fram kom í góðu yfirliti frá formanni Akureyrarstofu að þá var sá sem hér stendur í bakhóp og fekk örlítið að fylgjast með og taka pínlítið þátt í þessari vinnu og hún var mjög ánægjuleg. Ég lít svo á að flest þessara verkefni sem hér eru nefnd eru fjármögnuð. Allavega stærstu liðin, hér er talað um fráveitu og fleira sem að ég gerir ráð fyrir að sé búið að afgreiða hér í bæjarstjórninni. Varandi Hlíðarfjall þá er verið að ræða um nýja lyftu og hvernig hún verður fjármögnuð, þannig að það er verkefni sem er annars staðar. Fleiri verkefni eru þarna, hér er nefnt verkefni sem gengur undir vinnuheitinu Arctic Circle Route, það er verkefni sem hefur verið fjármagnað af uppbyggingarsjóði. Þannig að ég held að flest það, og vonandi allt sem að hér kemur fram, rúmist innan þeirra fjármögnunar sem að þegar hefur verið samþykkt hér í bænum og annar staðar. Ég vil taka undir það sem að hér hefur komið fram og nota þetta tækifæri til þess að þakka Albertínu og Helenu fyrir frábært starf og vil undirstrika það sérstaklega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar líkt og aðrir að þakka fyrir skýra og greinagóða stefnu. Hún er stutt og hnitmiðuð og skemmtilega aflestrar. Það er nefnilega þannig að Reykjavíkurborg varð ekkert vinsæll ferðamannastaður af því bara. Þeir settu sér stefnu, unnu að henni, unnu uppbyggingu innviða hjá sér og fór í samræmt kynningarstarf sem var til þess að þetta verið sífellt vinsælli ferðamannastaður. Og því fagna ég þessari ferðamálastefnu okkar, því að við stefnum einmitt að því líka að auka ferðamannastraum hingað til bæjarins. En þegar ég las þessa stefnu þá svona greindi ég það, vildi allavega greina rauða þráðin í þessa stefnu væru svolítið mikið íþróttamál. Íþróttamannvirkin og aðstæðan sem við höfum skapað hérna í bænum í gegnum tíðina með uppbyggingu þessara svæða. Sundlaugin, Hlíðarfjall, ég leyfi mér nefna Kjarnaskó og fleiri mannvirki sem eru hérna sem skapa aðdráttarafl og samlegðar áhrif hérna í bænum.
og ég held að við þurfum líka bara að skoða þetta þegar það kemur til tals að byggja upp eða viðhalda íþróttamannvirkjum hérna, að við höfum þetta í huga líka því þetta skiptir virkilega máli og það sífellt meiri aukning líka á, hvernig ég orða það, ferðaþjónustu fyrir íþróttaiðkendur. Það allskyns viðburðir sem við höldum hérna, svo maður nefna Icelandic Winter Games, Icelandic Summer Games og við erum með stórt golfmót hérna, fótboltamót og fleira sem við gætum ekki búða upp á ef við hefðum ekki þessa aðstöðu. En ég vil bara, líkt og flesti, þakka bara fyrir góða stefnu, bara ekki fleiri bili. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið málið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, einmitt, kannski þetta bara misskilningur hjá mér að þetta geti verið kostnaðarauki og við skulum bara gera ráð fyrir að þetta rúmist allt innan svona þess fjár sem sett í málaflokki núna og ég vil sérstaklega auðvitað tekundi þakki til þeirra sem unnaða stefnunni að því auðvitað stór hópur fólks víða bara að úr bænum sem hefur tekið þátt í því og það bara mjög þakkavert auðvitað þeirra starfsmenn sem hér hafa verið nefndir. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir að tengja þetta inn í umræðuna með alla þessa uppbyggingu á íþrótta- og útivistarmannvirkjum sem hér hefur verið og hvernig þetta nýtist einmitt málunum. Af því að það náttúrulega þannig að í bæ eins og okkar þá það flest af því sem að draga í raun og veru fólk til bæjarins hefur verið byggt upp af bæjarbúum og ég ætla bara að segja að það ekkert smáræði og það auðvitað uppbygging í gangi núna og eins og við ræddum auðvitað þegar við vorum að ræða fjárhagsáætlunina í síðustu viku að þá einmitt margt af því sem að fellur svona í okkar bókum undir íþróttamál sem að ætti í raun og veru miklu frekar að falla undir flokkin ferðamál og bærinn hefur verið að ekki bara byggja upp aðstöðu heldur líka allt þetta viðhald, allur snjómokstur, hreinsun gatna, sláttur, hirðing, það að halda bænum svona fallegum og aðgengilegum, þetta svo mikilvægt og mér finnst stundum eins og þetta sé ekki alveg metið svona til fulls af ferðaþjónustæðalum. Mér finnst ofta eins og mér finnst ég heyra allt oft svona að bærinn sé nú bara ekki að standa sig nú vel og en bærinn búinn að standa sig alveg frábærlega uppbyggingu og bæjarbúar, þetta eru peningar bæjarbúa sem eru notaðir í þessu uppbyggingu og mér finnst mjög mikilvægt að við hugsum það nefnilega líka því að við og þetta svona í stóra samhenginu hvert hlutverk bæjarins í bara atvinnulífinu að þá hlýtur að því að hver sá sem að stofnar fyrirtæki hann stofnar það væntanlega utan einhver hugmynd sem að nýtir einhverja auðlind sem að getur þá verið eitthvað sem til staðar og eins og í tilfelli ferðaþjónustunnar hugsanlega einhver mannvirki sem til staðar eða getur verið auðlind eða getur verið mannauður og það sérst þetta tvennt þá það yfirleitt starfsfólk og einhver auðlind og stundum þetta tvennt sami hluturinn og þetta að mínum mati það mikilvægasta sem við í bænum gerum við sjáum til þess að hér búi fólk sem ánægt og líður vel því að það fólk góði starfsmenn og auk þess einmitt að sérstaklega í tilfelli ferðaþjónustunnar þannig spilar þetta bara mjög vel saman þar sem íbúar vilja vera þar vilja ferðamenn líka vera og gott að taka Reykjavík sem dæmi vegna þess að þar hefur nú kannski mætti kannski bara stýra aðeins betur vegna þess að það auðvitað mikið kvartað kannski offjölgun ferðamanna í miðbæ Reykjavíkur og ég vona að við berum gæfu til þess að kannski stýra þá okkar fjölda betur. Við þurfum hugsanlega á einhverjum tímapunkti að fara að setja kvóta á og eins og Reykjavíkurborg hefur gert að setja kvóta á fjölda til dæmis gistirýma eða gistihúsa í miðbænum eða veitingarhúsa
við auðvitað þurfum að stýra þessu og það rosa gott að hafa einmitt Reykjavík og gott að það var nefnt hérna, gott að hafa það svona bæði til fyrirmyndan líka svolítið sem víti til varnar. En ég tek undir breytingartillögu Prebens að sjálfsögðu og hef fullan huga á að samþykkja þessa stefnu. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar aðeins til þess að beina athyglinni að einum þætti í þessari stefnu sem finnst athyglisverður, eins og margir aðrir svo sem. Það í kafla 2 innviðir. Það talað í 7. lið. Leita verður eftir fjárfestingu einkaaðila í afþreyingar möguleikum sem hafa mikið aðdráttarafl, þannig að meirihluti ferðamanna heimsæki eða nýti sér. Þetta kannski ágætt umræðefni hérna í tengslum við þessu stefnu og þetta markmið sem sett fram hér. Við vorum að ræða hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við vorum að afgreiða fjárhagsáætlunina. Notkun til dæmis að Ketilhúsinu, það kom til að setja þar upp norðurljósa miðstöð og það kannski eitthvað sem einkaaðilar gætu nýtt sér. En það sem að kannski vantar þá, ef að þetta eitthvað sem við viljum fara að gera, þá búið að taka einhverja pólitíska afstöðu til þess hversu langt bæjarstjórn tilbúin til að ganga í þessa veru. Ef það kæmi nú, eins og var aðeins rætt og fundi okkur sjálfstæðismenn í gær, það kæmi nú bara allt í einu tilboð. Já, til dæmis frá þessum Ratcliffe, skulum við bara segja, sem var að kaupa Grímsstaði. Kæmi bara hérna tilboðin það að hann væri tilbúin til að taka sér Hlíðarfjall, Sundlaugin og Hof, bara í einkarekstur, greiða fyrir það góða fúlgu og við mistum það sem nú rekstri en það gert í samvinnu við bæinn. Það eitthvað sem menn væri tilbúin til að ganga inn í? Hvar höfum við dregið línurnar hvað þetta varðar? Erum við tilbúin til þess að taka umræðuna og taka afstöðu til tillagna eða tilboða sem kæmu hugsanlega til okkar hvað þetta varðar. Ég held að ég bara svona aðeins að vekja athygli á þessu vegna þess að þetta eitthvað sem að ég alveg handviss að við munum standa frammi fyrir innan tíðar eða forra ára og ég held við ættum aðeins að velta því upp hérna pólitísk hvað við þá tilbúin til að ganga langt. Ef menn ekki tilbúin til að ganga nema mjög stutt, þá það bara nákvæmlega það sem menn þurfa að taka ákvörðun og segja bara strax. Við erum í sjálfu sér hérna að gefa undir fótinn með ýmislegt sem ég held við séum ekki búin að ræða í botn. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara varða að koma upp því að það var skotið af mér hér smá tölvupósti með aðila sem fylgist með fundinum. En mér langar að minnast á samgöngumiðstöðina eina fyrir enn því að mér var hér sent, ef ég má með leyfi forseta, vísa í sérrit dags á 100 ára afmæli bæjarins 1962. Innan tíðar verður sennilega komið upp myndarlegri ferðamiðstöð í bænum þar sem innlendir og erlendir ferðamenn og hvort sem þeir koma með skipum, bifreiðum eða flugvélum til bæjarins fá alla þá fyrirgreiðslu sem menningarlegur bær getur besta veitt. Bara svona með tilliti til þess hvort við höldum 2018 inni eða ekki. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúa, mér langaði svona bara rétt aðeins kannski að fá skýringar hjá bæjarfulltrúa Preben, en hann kom fram með tillögu hérna að bókun að komið verði upp samgöngumiðstöð þar sem tekið tillit til ferðaþjónustunar. Ég er svona ekki alveg að átta mig á þessu í rauninni, þú veist, því að ég stend þeirri trú að þar sem að er gert ráð fyrir henni núna, þar hafi verið gert tillit til þess, að tekið tillit til ferðaþjónustunar. En ég kannski eitthvað að miskila þetta, en það var gerð þessi þarfagreining og fyrir liggja 2 tillögur sem þarf kannski taka afstöðu til í vinnuhópnum. En ef að bæjarfulltrúi Preben geti kannski aðeins svara þessu, þá þætti mér vænt um það. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísarsen og lokið máli síðan. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ég er bara að taka afstöðu til orðsins að byggðverði. Hitt stendur í stefnunni. Og að breyta orðalaginu þannig að við séum samræma báða stefnu sem við vorum að samþykkja áðan. Að komið verði upp. Að við séum ekki tala í kross. Það var bara það sem ég var að benda á. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Fyrir liggja ein breytingatillaga fyrirgefið. Ekki rétt skilið. Þá er ég með hana að í liðnum kafli 2 liður 4 að þar stendur biðverður samgöngumiðstöð þar sem tekið tillit til þarfa ferðaþjónustunnar. Því verði breytt. Breytingatillaga er þessi að komið verði upp samgöngumiðstöð þar sem tekið tillit til ferðaþjónustunnar. Þeir sem geta greitt atkvæði styðja þá breytingu við sem skeið merki. Það eru 6. Þeir sem eru á móti þá legg ég fram ferðamálastefnu Akureyrar með áorðnum breytingum. Þeir sem geta stutt það eins og gefi merki. Það er með 11 atkvæðum.